Maja Marín, Rauðar, Margrét, Kristrún, Hildubjörg, Guðbjörg. Það stífnaði í bakinu? Já, bara ekkert alvarlegt. Það er búið að rífa manni sumarfríið og þá þarf aðeins að huga þessu. Hvíldin fer svona með mann. Verður að ná þér næg? Já, það er bara nokkuð spennandi að fá leiki hérna heima. Og við tala nú ekki að fá leik heima í Stykkishólmi. Það er náttúrulega bara draumurinn. Ég er búin að vera í þessu lengi og ég hef aldrei farið á æfingu með landsliðir í Stykkishólmi, þannig að það er flott að fá A-landsliðsleik í Hólminn. Ég held þessi fyrsta skipti. Hvað er það sem er svona áhugaverðast eða skemmtilegast við það að vera að spila móti Danmörku? Þetta er bara, ég til þetta verið bara hörku æfingarleikir. Örugglega bara álíka lið, allan að hefur þetta verið hörku leikir á móti þeim og bara, já, náttúrulega íslensku þjálfari hjá þeim og já, eins og segi, bara skemmtileg lið. Við höfum verið að fara nú út í æfingarferð með Snæfell og alltaf mjög gaman að spila á móti Dönunum og danska landsliðið, eins og segi, þær eru bara á álíka level og við myndi ég halda, allan að hafa verið það. Þá látum þetta ekki berast til Danana, en hverjir eru okkar styrkleika? Við erum náttúrulega búin að spila margar lengi saman og þekkist mjög vel og bara með þéttan og öflugan hóp. Ég myndi segja að við myndum komast langt áfram af því. Við erum með eina sem er að spila bara í hörku atvinnumannadeild og styrkir hópinn náttúrulega gríðarlega mikið en eins og segja, það er bara flott liðsheild hjá okkur og annað sem áttur að koma okkur langt. Þetta er alltaf skemmtilegt að koma og taka á því í 1,5 tíma og með bestu körfuliðskonum á landinu.